Það bílabúð Benna sem styrkir gerð þessara myndar. Og við byrjum í Grindavík, við stiklum aðeins á því helsta úr þessari keppni. Hér kominn Stefán Gunnarsson sem var í forystunni í Íslandsmótinu fyrir keppnina. Stefán Gunnarsson ekur á Willys með 307 Chevrolet mótor. 3 gíra Bronco gírkassa og millikassin Dana 20. Stefán gekk ekki sérlega vel í þessari þraut sem svo fyrsta í götubílaflokknum, en hér bjargaði hann sér frá því að fara á toppinn. Og þá erum við komin í þraut nr. 2, Stefán Sigurðsson frá Egilsstöðum. Hann á góðan árangur í sumar, 1. sæti á Akureyri, 7. sæti á Hellu, 5. sæti á Egilsstöðum. Í æfingakeppni sem þar var haldin. Hér fær hann 225 stig og kom með 1265 í þessari þraut. Og þá er það Trausti Sigvaldason. Hann úr Reykhólasveit. Þetta Willys 74. Vélin 304. Og Trausti labbar hér alla leið. 285 komið 1390. Og þá er það Ríkharður Jónasson. Þetta Willys 46, vélin 302 úr Ford sem og gírkassin sem 3 gíra. Mikill fjöldi áhorfenda mætti þarna í Grindavík þrátt fyrir leiðinda veður. Og hér erum við komin í síðustu þrautina sem drullupyttur. Nú áhorfendur urðu súrir í þessari keppni, hún gekk illa, byrjaði seint og það voru fáar þrautir og tilkomin litlar. Þórður Gunnarsson stopp hér út í drullupyttinum. Og hér Ríkharður Jónasson. Fyrir alla leið. Það tók ekki nema 190 stig, komið 1825. Og Stefán Sigurðsson. Hann fær hér 210 stig þó hann fær ekki lengra og 1715 í það heila. Og staðan í Íslandsmótinu þegar þessi keppni var búinn. Stefán Gunnarsson í 1. sæti, Stefán Sigurðsson í 2. sæti og Ríkharður Jónasson í 3. sæti. Þá erum við komin í sérútbúna flokkin og það Guðmundur Guðjónsson sem fer hér í fyrstu þraut fyrir þann flokk. Geysilega öflugur þessi bíll hjá honum. Og búinn að rétta það sem skektist í keppninni á Egilsstöðum í fyrstu þraut. Og ég ekki frá því að hann sé búinn að mýkja bílinn þarna. Stífur bíll hefði farið að hoppa og djöflast þarna á klöppinni, þannig að hann hefði sennilega farið upp. Þá er það Guðbjörgur Guðbjörgsson á Deepsters. Og hann fer einnig upp.
270 stig, hann tók hérna 1 dekk. Og það var það Árni Kópsson sjálfur. Á heimasætunni sem hefur nánast ekkert bilað í sumar og nánast aldrei sleppt hjóli. Það er hér 285 stig og veifar bara höndunum. Þannig fannst þessi þraut létt. Og þá er það Ásmundur Guðnason, við erum komin í þraut nr. 2. Það er sama þraut og saman Stefán Gunnarsson í áðan, en sérútbúnarflokkurinn þurfti að fara fyrst. Það eru 4 holur sem búið að grafa hér í brekkuna og Ásmundur ákveðinn. Þá er það 3. holan. Hann fer upp úr henni en hann sleppti þeirri 4. Fekk ekki nema 200 stig, kom með 460 í það heila. Þá er það Benedikt. Hann er frá Selfossi, ekur hér Willis 67, 27 ára gamall sjómaður og vélinn í bílnum er 357. Chevrolet á væntanlega. Þetta er nú trúlega brentvilla. 357 er ekki til. Og hvað gerir Benedikt Eiríksson hér? Hann fer á toppinn. Það var ákaflega rólegt. Og sýnt hér á réttum hraða. Benedikt kom með 485. Þá er þetta Gunnar Guðjónsson. Hann er 29 ára bifreiðasmiður. Bíllinn er Willis árgerð 47. Vélin er útboruð Chevrolet 350 og er núna 383 kúbík og alltaf hestöfl 3 til 400. Sjá maður lítið orðið úr torfærunni þarna eftir að fyrsti bíll er farið. Hér er Guðbergur kominn í drulluna. Hann fer alla leið. Það er þó ekki nema 210 stig, kominn með 1240 alls. Og Haraldur Ásgeirsson. Hér er hans stopp. 170 stig og 1205. Árni Kópsson. Þetta kom á óvart. Sýndist að Árni hafi mist bílinn úr gír, fær aðeins 155 stig en 1235 í það heila og staðan í Íslandsmótinu Árni Kópsson 1700 stig, Ásmundur Guðnason 1040 og Haraldur Ásgeirsson 1000. Og þá bregðum við okkur á Akureyri. Þar fór fram ansi lífleg keppni og hér er Gunnar Pálmi í fyrstu þraut. Gunnar Pálmi Pétursson frá Höfn, 30, ekur hér á Willis 67. Og þessi Willis er svolítið öðruvísi, hann er á gormum að aftan.
Hann fær 150 stig í fyrstu braut. Og þá er það Þórður Gunnarsson. Þetta er Ford 42 með VAF 6 Buick vél. Þórður má bakka hér eina bíl lengd. Já, 240 stig. Þá er Stefán Sigurðsson frá Egilsstöðum. Nei, þetta gengur ekki, 130 stig. Og Ríkharður Jónasson. Hann ætlar greinilega að fara alla leið. 260 stig. Og Stefán Gunnarsson úr Reykjavík. Já, hann fær þetta létt þarna síðast, 255 stig. Og þá er það Gunnar Guðmundsson. Hann er betur þekktur úr flokki sér útbúinna bíla. En hér er hann á Willys. Öflugur bíll reyndar. Sjáum það að hann er með allt harðlæst. Spólar á öllum hjólum. Og fyrir bragðið kemst hann áfram þarna upp úr. Og alla leið, já. 270 stig fær Gunnar. Þá er það Trausti Sigvaldason. Svo hann er kominn meira en hálfa leið þarna. Nú er bara að klára þetta. Trausti. Hvað ætlar Trausti að gera? Hann má nú ekki fara mikið aftar en þetta. Já, hann fer alla leið. 230 stig. Og þá er það Sigurður Ólafsson á Willys. Bíllinn rambar þarna. Það er nokkuð skemmtilega þrautirnar hjá Akureyringunum í þessari keppni. En þetta er hins vegar þriðja keppnin hjá þeim í röð þar sem þeir fá leiðinda veður. Í keppninni í síðastliðið haust þá var svo mikill sandbylurinn að flest allar myndavélar sem voru á staðnum voru hálf ónýtar á eftir. Og í keppninni í vor var rigning og mikil þoka. Og síðan þessi keppni í haust þá hittist þannig á að hún var haldin á sama tíma og síðasta umferðin í Íslandsmótinu í knattspyrnu. þar sem KA-menn áttu möguleika á Íslandsmeistaratitlinu sem þeir reyndar tryggðu sér í Keflavík og það var bein útsending þaðan. Þar að auki var leikur Þórsara og Skagamanna á Akureyrarvelli og fyrir bragðið voru áhorfendur tiltölulega fáir til að byrja með á þessari torfærukeppni en úrrættist þegar fótboltanum lauk. Og hér fer Þórður Gunnarsson alla leið í þessari þraut, fær 200 stig. Þá er það Stefán Sigurðsson. Hann fellir hér dekk og annað. Og hvað, fer ekki lengra.
70 stig. Og Ríkharður Jónasson. Það er búinn að taka 1 dekk. Æjæjæj. 145 og 405. Það heldur lágunum mikið á þarna. Það var Stefán Gunnarsson. Það standa öll dekkin ennþá. Hann á ennþá möguleika að fá 300 stig út úr þessari þraut. En til þess þarf hann að fara alla leið. Já. Nú bara að vera ákveðinn, Stefán. Nei. 205 stig. Og 460 er hann komið. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Nú er það að sjá hvort að Gunnar er ekki nægilega ákveðinn. Jú, hann fer þetta. Eða hvað? Jú, alla leið. Og fullt hús, 300 stig og kom með 570 stig. Það var Trausti Sigvaldason. Þessi torfærukeppni á Akureyri hét Pepsi torfærukeppnin. Og er það talsverður fengur fyrir keppnishaldara að fá stuðningsaðila og vonandi verið framhald á því. 265 stig, það er Trausti í Pepsi torfærunni í þessari þraut. Þá er Sigurður Ólafsson. Nei, þeir eru eitthvað smekir. Hann er eitthvað smekur við hlíðarhallan þarna. Pakkar og klárar. 235 stig og komið 510. Þá er Gunnar Pálmi. Mér sýnist Gunnar Pálmi ætla að fá 300 stig hér. Nei, 285 og komið með 435. Og við flytjum okkur strax í næstu þraut og þar byrjar Stefán Sigurðsson. Hér er smá drullu pittur, síðan þarf hann að fara niður híti parðu ofan í á og svo er laus brekka sem tekur við. Já, eða niður í læk, réttara sagt. Og svo þarf að vera ákveðin hér. Hún er laus þessi brekka. Stefán fer ekki lengra, það er 120 stig með litlu nulli og 320 er hann komið með. Og þá er það Ríkharður Jónasson. Það er ekki hægt að segja það að Stefán Sigurðsson hafi gengið vel í þessari keppni. Það sem af er. Hann er þó í öðru sæti í Íslandsmótinu fyrir keppnina. Ríkharður. Nei. Þeir leggja illa á þessi bílar þegar allt er orðið harðlæst.
Markmiðið að komast upp á milli dekkjana sem eru rétt hægra megin við miðju á skjánum. Og þangað ætlar Ríkharður. Já. Hann fór alla leið og fékk 225 stig. Þá var það Stefán Gunnarsson. Hann hefur verið geysilega ákveðinn í þrautunum í sumar. Og nú er að sjá hvort hann heldur því áfram. Og já. Og Stefán fer allavega leið 285 og komið 745 stig. Það var Gunnar Guðmundsson. Hann gekk mjög vel í síðustu þraut. Fekk þær fullt úr stiga. Nei, hingað ekki lengra, segir bíllinn, 130 stig, og hér tapar Gunnar 270 stigum á keppinauta sína. Og þá kemur Sigurður Ólafsson á Willys 68 með 283. Hann var með 510 stig eftir 2 þrautir. Og nú var að sjá hvort hann kemst lengra en flestir aðrir keppendur. Hún í lækinn og síðan upp í sandinn. Nei, hann byrjar að hoppa eða hvað? Nei, 160 og 670 stig. Og þá kemur Trausti Sigvaldason á B1700, hann úr Reykhólasveit, einhver hér í Willys 74 með 304. Það er Trausti og er bara að vera ákveðinn. Þetta er nú ekki búið enn. Hann má bakka eina bíl lengt. Starfsmenn ætla sér að koma og binda í hann, en Trausti nú ekki á því. Og þá var hann kominn bíllengdina. Já, ætlar hann að hafa þetta eða hvað? Já, hann fer heldur lengra heldur í Sigurður. Það er vel gert hjá honum. Það borgar sig ekki að gefast upp. 165 og komið 660 stig. Og þá bregðum okkur beint í 4. þraut. Eða hvað? Nei, hér kemur Gunnar Pálmi. Hann er síðastur í þessari 3. þraut. Og Stefán Gunnarsson er efstur eftir að hafa klárað 3 þrautir með 745 stig. Þá kemur Gunnar Guðmundsson með 700 stig. Og hvað gerir Gunnar Pálmi hér? Nei, hann tekur nú skriði langt út fyrir braut. Hann fær 180 stig og kom með 625. Þá er það 4. braut og Ríkharður Jónasson byrjar þar á Willys 46. En eitthvað lætur Ford-vélin illa þarna, hann fær ekki nema 75 stig. Og Stefán Gunnarsson
Það var með 40 stigum meira út úr 3 þrautum heldur en Ríkharður Jónasson úr 4. Það sé 745 stig. En ekki fekk hann mikið hér. 60 stig og 805. Og þá eiga nokkrir keppendur góða möguleika á að komast upp í fyrsta sætið. Þar skal fyrstan telja Gunnar Guðmundsson. Nei, hann missir hann hér strax. Hann fær ekki mikið fyrir þetta. Bæði fyrir utan braut og stutt upp í hann. 80 stig og 780 stig. Ekki náði hann Stefáni Gunnarsinni. Og þá er að sjá hvort að Sigurður Ólafsson nýtir sér það hvað Gunnar var búinn að slétta kantinn. Gerir það nú ekki sérstaklega vel. 80 stig og 750. Nei, Trausti gefur og sendi og þar að ekki hyggst vélin augnablik. Þannig að hann fær ekki þá spyrnu sem hann hefði átt að geta náð í læknum. 100 stig þar. Það er Gunnar Pálmi, já hann er ákveðinn. Og hann fer hæst allra. Fær 185 stig. Og læðist upp í fyrsta sæti með 810 stig. 5 stigum meira en Stefán Gunnarsson. Það er Stefán Sigurðsson. Hann fer ekki alveg jafn hátt en fær 155 stig. Og kominn með 475. Það er þá Gunnar Pálmi sem er í fyrsta sæti eftir 4 þrautir með 810. Í öðru sæti er Stefán Gunnarsson með 805. Síðan Trausti Sigvalda með 760. Nei, hér er nú Gunnar Guðmunds þarna á milli með 780 og síðan Trausti Sigvalda með 760. Og 5. þraut og þar byrjar Stefán Gunnarsson. Nú var að gæta þess að stoppa ekki Stefán. Það er mínus ef að menn stoppa. Og það er hér eitt barð í endan á brautinni. Stefán á möguleika á 300 stigum ennþá. Og hann nælir sér í þau. Kominn með 1105 stig. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Ef hann ætlar að vera áfram í baráttunni við Stefán Gunnarsson þá verður Gunnar Guðmundsson að næla sér í 300 stig hérna. Hann gerir það með glans í annarri þraut. Fekk hins vegar mjög lítið í þeirri þriðju. Hér fer hann alla leið og fær 300 stig, 1080. Þar sem Stefán Gunnarsson fekk 285 stig í þriðju þraut, þar fekk Gunnar Guðmundsson ekki nema 130 og það kann að verða Gunnar Guðmundssoni dýrt. Trausti Sigvaldason. Þetta var svo svara verðandi og lögum þess að breyta við gengum að þessu. Nei, æj. 265 stig, 1025. Og ætti Gunnar Pálmi að koma hér næstu, nei. Það kemur Sigurður Ólafsson á villi, 68. Og Sigurður má leggja það. Gunnar Pálmi tilbúinn í rafsmark. Þar heiðum við það. Gunnar Pálmi kemur næstur á eftir Sigurði Ólafssyni. Nú var að sjá hvort að Sigurður Ólafsson fer yfir síðustu hindrunina. Hann er enn með fullt hús. Já, hann stoppaði ekki. Þannig að hann á að fá 300 stig, fær þó ekki nema 275 hér. En ég held nú að þetta sé samt einhver vitleysa því að þarna vantar greinilega inn í Gunnar Pálma. Hann fekk 275 og fekk 1085 í heild. En Sigurður Ólafsson nældi sér í 300 stig, þannig að textinn sem kom á skjáinn var ekki réttur. Og hér er kominn Stefán Sigurðsson.
fer þetta alla leið, fer 280 stig og 755 í heild. Alvarlegt hjarta. Ríkharð er greinilega í einhverjum vandræðum hér því framdrifið er ekki inni. Hann þarf að treysta og drífa á tveimur hjólum. Það þarf kannski heldur meiri læti. En þau skila honum ekki lengra en þetta 240 stig og 945 stig. Og þá erum við komin í síðustu þraut í götubílaflokki. Það er tímabrautin og þar byrjar Gunnar Guðmundsson. Tímabrautin er nokkuð löng. Lítið torfærir í henni en nokkrar svona hindranir sem reyndu aðeins á leikni ökumanns og örlítið á fjöðrun. Og Gunnar kemur í markið, fær 180 stig og lýkur keppni með 1260 stigum. Og það tryggði honum fjórða sæti í þessari keppni á Akureyri. Þá kemur Trausti Sigvaldason. Hann var með 1025 stig fyrir þessa þraut, þá í þriðja sæti á eftir Gunnar Pálma sem var með 1085 og Stefáni Gunnarsinni sem var með 1105 stig. Það er greinilegt að Trausti Sigvaldason veit þetta og hann nælir sér í 270 stig, 1295. Og þá er að sjá hvað Gunnar Pálmi gerir. Hér kemur nú fyrst Sigurður Ólafsson. Það var með 1050 stig. Þar fór ég náttúrulega með rangt mál með Trausti áðan. Trausti var í fjórða sæti en Sigurður Ólafsson í öðru þegar þessi tímabraut hófst. Sigurður Ólafsson með 1050 stig en Trausti með 1025. Og þá er að sjá hvað Sigurður Ólafsson getur gert í þessari tímabraut. Við sáum það að Trausti Sigvaldason fekk 270 stig. Og hafi hann farið villulaust í gegnum brautina sem ég held að hann hafi nú gert, þá þýðir þetta annar besti tíminn. Og ekki sýnist mér nú að Sigurður Ólafsson slá út þann tíma. Nei. Það gerir hann ekki. Og hér fellir hann hlið, fær mínus fyrir það. Og hann fekk ekki nema 67 stig út úr tímabrautinni og lýkur keppni með 1117 stigum í sjötta sæti. Hann var í þriðja sæti fyrir tímabrautina en honum gekk ákaflega illa þar og að lokum stoppaði bíllinn. En þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Hann er hér að berjast annað og jafnvel fyrsta sætið ef illa gengur hjá Stefáni Gunnarsinni. Hann er í öðru sæti fyrir þessa þraut. 1085 stig. Og Willisinn var hann að tína brettum og var hann að reykja. Það er greinilega eitthvað að hægra megin í vélinni hjá honum. Það kemur, sýnist mér, bara öðrum megin út úr vélinni. Hann fær 165 stig og lýkur keppni á 1240 stigum og það þýðir þriðja sætið og þá er Trausti Sigvaldason öruggur með annað sætið, ef ekki það fyrsta. Það var Stefán Sigurðsson. Honum gekk illa í þessari keppni, vægt til orða tekið.
Fékk 130 stig í fyrstu þraut þar sem aðrir keppendur voru með 240 til 260. Fékk 70 í annari þraut þar sem að keppinautarnir voru með 260 til 300. Síðan 120 á móti 285. Honum gekk síðan vel í fjórðu þraut, 155 stig, þar sem aðrir keppendur voru að fá 60 til 80 stig. Fyrir utan Gunnar Pálma sem fékk þá 185. En hér lýkur Stefán Sigurðsson keppni, fær 195, 950 stig og 7. sætið. Aðeins eitt keppandi fyrir aftan hann í 8. sæti sem var Þórður Gunnarsson sem ekki kláraði nema 2 þrautir. Og þá er það Ríkharður Jónasson. Ég held að hann sé bara á afturdrifinu þarna eins og í síðustu þraut. Hann ætlar að ná sér í góðan tíma hér, sýnist mér. Og þá yfir veginn fram á honum, þá er þrautin að vera búinn. Hann nær besta árangurinn í tímabrautinni, 285 stig og 1230 stig fær hann út úr þessari keppni og það gaf honum 5. sætið. Þetta var óvenju jöfn og spennandi keppni í götubílaflokki á Akureyri. Hér er Stefán Gunnarsson og hann stefnir á það að sigra þessa keppni og auka forskot sitt á Stefán Sigurðsson í Íslandsmótinu. Og Stefán Gunnarsson fær hér 240 stig og lýkur keppni með 1345 stigum sem þýðir 1. sætið. En við vindum okkur beint í flokk sérútbúinna bíla. Þarna var fyrstur Ásmundur Guðnason á Ford 42, fékk aðeins 35 stig úr fyrstu þraut. Þá er það Árni Kópsson að heimasætan. Hann drepur hér á. Áfram skal þó haldið. Hér er mikill brattur bakki og síðan annar í beinu framhaldi af því. Árni Kópsson fær 200 stig. Og Gunnar Guðjónsson á Willisnum. Og það fara aðeins í ská, aðeins á ská í þennan bakka þarna. Nei, hér er ekki að koma fyrir, hann spólaði aðeins á framhjólunum. Síðan kemur Sigurður Böðvarsson á Jeepster og hann situr fastur hér, fær 155 stig. Og Kjartan Kristinsson á Blazer grind. Mótorinn í þessum bíl er 454. Hann fer alla leið yfir. Já, svo áfram bara. Nei, það heldur bratt stálið þarna í endan. 230 stig fyrir Kjartan. Sturla. Úps. Ég held að hann ætlaði nú bara að stökkva yfir lautina hérna og beint í bakkann hinum megin. Lenti heldur illa þarna Sturla. En í gang fer grindin og þó. Sturla fær 200 stig fyrir þessa þraut. Sjáum að þetta er geysilega mikið högg sem kemur á bílinn. Og þá er það Gunnar Guðmundsson sem keppti í bæði götubílaflokki og sem flokki breyttra bíla. Og hingað og lengra segir Jeepsterinn núna. 155. Það er Kjartan Kristinsson sem hefur forystuna eftir eina þraut.
hér erum við komin í þraut nr. 2 og þar byrjar Árni Kópsson. Þetta er greinilega mjög erfið þraut. Það ætlar Árni að gera, þegar hann klárar hann að fara upp á bakkann hér vinstra megin upp í horninu. Nei, það er heldur laust í endan. 205 stig og 405 er það komið með alls. Síðan reyndi Gunnar Guðjónsson, náði sér í 40 stig, komst ekki upp fyrstu brekkuna. Og þá var það Sigurður Böðvarsson. Og hann fer ekki lengra heldur. 20 stig. Og Kjartan. Hann hverfur bara bak við hólinn, sér ekki í hann einu sinni. 35 stig. Þá ætti Sturla að koma hér næstur. Árni Kópsson fór upp á sinni grind. Hvað gerir Sturla hér? Nei, hann misti greinilega af brekkunni bara. Fekk 35 stig. Og þá var það Gunnar Guðmundsson. Nei, 65 stig. Og þá er aðeins Ásmundur Guðnason eftir. Og hann hefur það og sannaði það ásamt Árna Kópssyni að þessi brekka var alls ekkert ófær. Árni Kópsson kom með 405 stig úr þessari þraut. Kjartan sem var með forystan eftir fyrstu þraut er komið með 265. Ásmundi Guðnarsinni gekk verulega illa í fyrstu þraut, fekk aðeins 35 stig. Þannig að hann fer sennilega ekki upp fyrir Kjartan Kristinsson. Og ekki einu sinni upp að hliðina á honum. Hann fær 170 stig og komið 205. Og það fleytir honum upp einn, reyndar ekki nema 1 sæti. Þannig þá kom inn í 7. sæti, hann var í síðasta sæti eftir fyrstu þraut. 205 stig. Þá er það þriðja þraut, drullupittur hér og laus brekka. Það er Gunnar Guðjónsson sem byrjar. Það er 185 stig, komið 365. Ekki fór hann upp fyrir Árna Kópsson. Eða það er að segja stiginn sem Árni Kópsson var búinn að vinna sér inn eftir 2 þrautir. Og Sigurður Böðvarsson. Ekki vantar ákveðina hjá þeim pilti. Hann fær hins vegar ekki nema 200 stig fyrir þetta. Komið 375. Að nýta allt aflið aftur á bak, það getur farið mjög illa með drifin. Þau eru ekki smíðuð til þess að taka á aftur á bak, hvorki í venjulegum bílum né þessum jeppum. Það gerir Gunnar Guðmundsson á rófabina, missa hann niður á snúning þarna í upphafi, fær ekki nema 75 stig. Það vantar reyndar Sturlu inni, hann fekk 105 stig í þessari þraut. Ásmundur 215 stig. Þá er að sjá hvað Árni Kópsson gerir. Heimasatan er annáluð fyrir að vera góð í drullupittunum. Og hvað? Nei, munaði nú litlu hérna hjá Árna. Hann fær þó 230 stig og er öruggur með fyrsta sæti eftir 3 þrautir með 635 stig. Í öðru sæti er Kjartan Kristinsson með 475
og nú í 3. sæti Ásmundur Guðnason 420 og hér er Sigurður Böðvarsson í 4. þraut. Nei, 180 stig, 555 og Kjartan Kristinsson komst ekki lengra í þessari keppni, var reyndar komið þarna upp í 2. sætið eða réttar sagt komið niður í 2. sæti eftir að hafa verið í forystu eftir 1. þraut. Sturla heppinn hér. Gunnar Guðmundsson, Deepster 67. Þetta er greiðlega snarbratt ófær eða hvað. Það skildi aldrei segja aldrei, það var líka sagt þrautirnar margar sem að verið hafa í keppnum hér fyrir sunnan og fyrir austan. En það er ótrúlegt að þessir jeppar komast. Þetta er ekki nóg. 150 stig og 570. Og það ætti að fleyta honum upp í 2. sætið. Það var Árni Góbsson. Já, Árni bara eykur ferðina í bröttustu brekkunni. Fær 270 stig. Komið 905. Þetta er algjörur yfirburði hjá Árna Góbsson í þessari keppni. Þá er það Gunnar Guðjónsson. ...175 og 540. Hann er þá í 4. sæti. Sigurður Böðvarsson í því 3. Hér er 5. braut og þar byrjar Sturla. Hér hefði Kjartan Kristinsson á Bleysigrindin átt að byrja, en hann er dottinn út, þannig að Sturla fer hér fyrstur. 195 og 645 stig. Þá er það Gunnar Guðmundsson, múrari. Félagar vinna saman, Sturla og Gunnar í múrverki. Hér reynir Gunnar að rappa þessa brekku eða allra nánasta umhverfi réttara sagt. Og Ásmundur Guðnason fór í þessa þraut, fékk 235 stig. Það stóð þannig á að spólan í upptökutækinu var búinn, þetta skiptum. En hér er Árni Góbsson kominn. Hann læði framhjólunum upp á bakkan, fær 260 stig og er kominn með yfirburðastöðu í þessari keppni 1165 stig þegar aðeins ein þraut er eftir. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Já, alla leið. Nei. Hann fær 240 stig. Og er heldur lengra til hliðar og hálfur fyrir utan hliðið. Þetta er Árni og þá er Sigurður Böðvarsson. Og hann fær aðeins 40 stig fyrir þetta. Komum við 595. Þá er það tímabrautin, þar byrjar Gunnar Guðmundsson. Hann var í 7. og síðasta sæti fyrir tímabrautina með 640 stig. Sturla Jónsson var þar rétt hjá með 645 stig. Þetta er ekki alveg rétt hjá mér. Sigurður Böðvarsson var fyrir aftan þá félaga með 595 stig. Þannig að Gunnar var þá í 5. sæti. Kjartan Kristinsson rekur lestina þar sem hann þurfti að hætta að keppni eftir 3 flautir. En Gunnar gæti unnið sig upp hér nokkur sæti ef hann stendur sig vel. Fær 240 stig sem er mjög gott í tímabraut og 880 stig fær hann í lokin.
og það tryggði honum 4. sætið í keppninni. Þá var það Ásmundur Guðnason, hann var í 2. sæti fyrir tímabrautina. Með 805 stig. Það þarf að gæta þess að glutra því nú ekki niður. Stig eins og Gunnar og hann lýkur keppni með 1045 stig sem tryggði honum 2. sæti og þá er það Árni Kópsson. Þetta er ótrúlegt verkfæri, heimasætan. Slepp aldrei í jörðinni, bíllinn virðist ekki hreyfast upp eða niður þó að séu einhverja torfærur. Svo gott er fjörunarkerfið í bílnum. Og Árni fær 270 stig, 1435 stig í það heila og næstum 400 stigum á undan 2. sætinu í þessari keppni. Árni Kópsson sem sagt öruggur sigurvegari í keppnina á Akureyri. Eins og svo ofta áður í sumar. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Hann var í 3. sæti fyrir tímabraut með 780 stig. Sigurður Böðarsson er Aspark og Gunni Guðjóns kemur hér færandi til Völ og hann er hér að ljúka tímabrautinni. Gekk ekki alveg nógu vel, haukaði 180 stig og 960 stig og það tryggði honum 3. sætið. Þá er það Sigurður Böðarsson á Jeepster. Það sýnist þetta að vera sami bíll og Haraldur Ásgeirsson, Íslandsmeistarinn frá í fyrra, hefur keyrt í sumar, Jeepster 68 með 350 sérufléttvél. Marg grindarbrotinn í keppninni á Egilsstöðum en gert við hann í jafnóðum á milli þrauta. Sigurður Böðarsson hvattur áfram af vinum og vandamönnum og hann fær 150 stig, 745 alls og lýkur keppni í 5. sæti og þá er það Sturla Jónsson. Sýnist mér eitthvað að vera að 360 vélinni hjá Sturlu. Hann er farin að reykja svolítið hastalega. Þessi bíll virðist vera of þungur í þessa torfærur sem boðið er upp á. Það er 60 stig fyrir tímabrautina og 705 stig alls og lendir í 7. sæti. Og það er Stöð 2 íslenska myndverið og bílabúð Benna sem standa að gerð þessara myndbanda torfæru.